hefjum við aftur leika og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér hefur farið fram ágætis umræða varðandi þjónustu Reykjavíkurborgar við fatlað fólk, en mig langar samt að fá upplýsingar varðandi það hvernig staðið að ráðningu starfsmanna á sambýli fyrir fatlað fólk og hvernig staðið að móttöku þeirra. Eins og við vitum þá getur verið mikil starfsmannavelta á þessum stöðum og kannski nauðsynlegt að hlúa vel að þeim nýju starfsmönnum sem að koma til starfa og því langar mig til að vita hvort að það einhver námskeið, eitthvað utanhald utanum það og eftirfylgni með því starfi. Það er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og Magnús Már Guðmundsson tekur næstu til máls. Borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjórn, takk fyrir þessa umræðu, kæru félagar hér í borgarstjórn. Þetta var fínt, við höldum mikilvægt að setja þessi mál hér á dagskrá, eins og ég kom inn á áðan og stóð til að ræða þessi mál fyrr hér, til að reyna að undirstinga mikilvægi þess og þessa eftirlit sem við stöndum að nú þegar og í svona í ljósi umræðunar. Fínar spurningar, fínar vangaveltur. Þetta eitt af því sem Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir kom inn á hér áðan varðandi eftirlitið með hans NPA verkefni sem býður og hefur verið til skoðunar en býður okkar og annarra sveitarfélaga í samstarfi við ráðuneyti og annað að finna út af þessu hvernig best að haga málum í þessum efnum. Þetta ekki, þetta flókið og eins og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir kom inn á þá þetta, og við höfum rætt í ráðunni hvernig þetta snýr og meðal annars að starfsmanninum og hans kjörum og starfsörygja því að ráðningarsambandi liggur þar en ekki við Reykjavíkurborg. Eins og ég kom fram inn á áðan þá svona hlutur af þessu eftirliti sem velferðarsvið stendur að þessi fræðsla til starfsmanna því að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir spurði hana. Það metnaðarfullt áætlun sem lögð fram hverju ári og starfsmönnum stendur til boða og mismunandi eftir starfsstöðum hvaða námskeiðum viðkomandi beint að en það hluti af þessu og svo eins og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir kom inn á markviss fræðsla svona í tengslu við ákveðna vinnu sem var unnin á grundvelli mannréttindaráðs og mannréttindaskrifstofu ofbeldi og svona hvernig eigi að meðhöndla það, hvernig að skrá að því í ljós koma að það var mismunandi hvernig þeir uppkomi alvarleg atvik hér hjá okkur annars staðar, hvernig þau eru skráð bara hjá lögreglu og hvort þau séu skráð til lögreglu og hvort þau séu tilkynnt og svo framvegis. Þannig að það hluta af þessari fræðslu til starfsmanna og mikið af þessum námskeiðum fara fram í Borgartúni, Höfðatorgi og starfsfólk og mismunandi eftir þeim starfsstöðum sem við á. En svona til að draga þetta saman þá þetta ljóst að það margt gott gert en það leið eins og hér hefur komið fram en við náum ekkert endalega nokkuð tíman utanum allt verkefni en eins og þetta verkefni sem ég kom aðeins inn á þessum úttektum sem ég skoðaði fyrir fundinn og sem snýri meðal annars að svo K3 verkefni það sem var áhersla teknir út 3 þungir búsetukjarnar í rekstri borgarinnar þar sem meðal annars var starfsmannavelta var mikil og ofbeldi var og mikið milli
þeirra sem þar bjuggu og starfsmenn lendi í vandræðum og þessi úttekt sýnir að átakið sem farið var í, verkefni sem farið var í, hefur dregið úr þessu sem þá gríðarlega jákvætt fyrir alla sem að koma. En þó að eins og fram kemur í samantektinni að það er ekki búið að verkefnum hvergi næri lokið en sýnir þá að það er þetta stíga mikilvæg skref, merkileg skref til þess að bæta þjónustuna með hagsmuni þjónustuþeganna, íbúanna að leiðarljósi og það er sannarlega gert. Og ég held að sé brýnt að við nálgumst alltaf eftirlitið með gagnrýnum hætti eins og hér var komið að. Var fínt innlegg frá Áslaugu Friðriksdóttur. Þó ég deili ekki þessari ofsatrú á einkaaðilar muni leysa eftirlitshlutverkið að hólmi að hlutirnir sjálfkrafa verði betri þannig. Við erum vissulega með þessa skrifstofu og velferðarsvið sem sinnir ákveðnu eftirlitshlutverki, auðvitað eru það fleiri og allir starfsmenn okkar sem þar koma máli og eins þeir sem njóta þjónustunnar og aðstandendur þeirra og svo framvegis sem koma þá veitt ákveðið aðhald en trúin á einkaaðilana, við höfum dæmi það sem einkaaðilar bregðast, hvort sem það er í velferðarþjónustu eða annarri þjónustu og þar sem opinbert eftirlit hefði mátt verið jafnvel meira eða betra af því að einkaaðilar hafa ekki farið að lögum og var þetta að nefna ýmis dæmi sem hafa verið í fjölmiðlum undanförnum árum. Þannig að ég held að eftirlitsiðnaðurinn mun alveg halda áfram mun við lifa góðu lífi áfram og þörf á því en leið er ég sammála borgarfulltrúanum að það er vert að skoða aðra leiðir og með ýmsa þætti þjónustunnar. En veit ég hvort ég hafa þetta lengra hér, umræðan búin að vera fín, við töldum brýnt að taka málin hér upp á þessum vettvangi og ég þakka ágætu konu sem tók til máls fyrir samtali. Þá hefur Magnús Már Guðmundsson lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar og það er Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Það er svo kalt í salnum að ég er nú bara komin í vettlingana. Maður er frystur alltaf á síðustu klukkutímanum til þess að örugglega stytta fundi eða ég veit ekki út af hverju. Þetta er búið að vera svona í marga mánuði. En, já, áfram með efni fundarins. Þú áttu sko, ég ætla ekki að fara að hártogast neitt mikið með þetta, en það sem ég var að segja er ekkert, þetta snýst ekki það að einkaaðilar einir geti rekið þetta, heldur snýst þetta vali. Þetta byggir á því að fólk hafi val þjónustu og ég held það því fjölbreyttari sem hún er, því betra. Því þannig bara skapast heilbrigðara umhverfi heldur en þegar Reykjavíkurborg einir einhvern veginn að reyna að taka utan allt sjálf. Og sú trú að opinberir starfsmenn séu betur til þess fallnir en aðrir að reka þjónustu til ég bara ekki rétta. Og mér finnst að við eigum að gera bæði. Mér finnst að við eigum bæði að hafa opinbera þjónustu en líka aðra. Við eigum að veita þeim sem hafa hugsjónir til þess að bæta þá þjónustu sem fyrir hendi er núna og sjá að þeir geti gert hana með einhverjum öðrum hætti. Gefa þeim tækifæri til að sýna bara hvað í þeim býr og aðtöku hvort fólk vil frekar velja þeirra þjónustu. Ég held að það sé gott fyrir alla. Eftirlitsinnan mun örugglega blómstra áfram. Ég held að það sé rétt metið hjá Magnúsi Má Guðmundsssyni, borgarfulltrúa. Svo var eitthvað sem ég ætlaði að segja líka sem að sneri nú aftur að hverju. Já, tími búinn. Það var ekkit, held ég, neitt afskaplega mikið stórmál.
Jú, það var stórmál. Við eigum fleiri dæmum það að opinberir aðilar hafi brugðist skyldum sínum en einkaaðilar. Þannig að við skulum heldur ekki gleyma því. Það verður Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar. Andsvörum telst lokið. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið, telst umræðu hann lokið og við göngum til